Verið velkomin aftur í Neglur og Trúná. Við ætlum að byrja að taka upp þáttinn fyrir kannski 1,5 tíma síðan. Ef ekki 2 sko. Ef ekki næstu í 2. Ég breytti þess að setupinu mínu í naglaherbygginu fyrir þú veist, hvað svona 1 viku síðan eða eitthvað. Já, bara eitthvað svoleiðis. Og við ætlum svo að fara að byrja að taka upp eitthvað inn í setupinu. En það var bara ekki nóg flott lýsingin. Þannig við snerum öllu herbergin. Já, ekki, við byrjum ekki bara því. Við reyndum þú veist bara svona every possibilities svo að lýsingin okkur væri flott en hún var bara ekki flott. Hún var ekki doing us justice. Þannig við bara breytum þessu bara öllu tilbaka að því ég var búin að vera hérna í kannski 2-3 tíma að gera þetta allt skilur að því þegar ég fyrir að breyta fyrir að þrífa sko allt og eitthvað. Já, ég fór í gírinn sko en þú veist, núna bara breyti ég bara öllu tilbaka. Yes. Og það verður bara að vera svona og því ég myndi frekar vilja vera flott on camera með góða lýsingu heldur en að geta ekki andað í naglaherbygginu. Já, og varst náttúrulega með gluggan bara rétt fyrir ofan. Já, því að glugginn það var rosalega góð hugmynd in theory. Að vera með glugganum. En frekar bara er ég að stikna heldur en að lýsingin ógstök skilur ég get ekki verið eitthvað að setja andlitið mitt svona á neti skilur bara eitthvað, lýsingin ekki hell no. Ég nú þegar skammast mér stundum yfir TikTokunum að lúksa því að lýsingin þar nefnilega ekki góð. Nei, hún það ekki sko. Hún gerir mann ekki það er vesen. Sko. Það er bara ljósið hennar Junior sem bjargar mann alveg bara smá sko. Já, það er annarkvært það eða ljósið hennar Öndu. Já, sem var svona the ring light. Við erum alltaf að þvælast í búðinni bara eitthvað að halda á the ring light bara eitthvað fram og tilbaka og everything sko. Já, þegar við tökum content fyrir hérna vinnuna það var helmingurinn á tímanum fyrir contentið og hinn helmingurinn fyrir það að leita að stað sem er ekki bara hörmuleg lýsing. Já, þetta er líka bara þú veist að það er engin sól í búðinni að því við búum í Íslandi og það er engin sól þá þú veist er svo grátt bara í búðinni. Það er engin sól sem skínur inn en samt þegar skínur inn sól þá er það að deyja að því það er bara gluggar bara út allt og það er super hard en life is so hard. Þetta er svona get to know us þáttur við ákveðum að taka sem að breaki að tala neglur og fara bara í svona get to know us við erum samt að taka alveg 2 þátta 2 þátta við erum að taka 2 þætti í einu þannig þú veist við erum að fara að vera alveg pottið í sömu fötunum ég nenni voða lítið að vera eitthvað að skipta ef að þú kveikir á næsta þætti og sér okkur í sömu fötunum mind your business it's none of your business Já. Don't fucking comment on it bara mind your business ástæðan okkur við erum að gera það er út af því að ég er að fara til útlanda og hvað ertu að fara að gera í útlanda? Ég er að fara á Billie Eilish tónleika og I can't fucking wait ég get ekki beðið tónleikan er á miðvikudaginn í næstu viku sko. Það er 3. dagur í dag ég fer á tónleikana eftir 8 daga I'm so excited þetta er búin að vera ógeðslega dýrferð en so worth it ég hefði greinlega borgað þú veist ég borgaði eitthvað 260 skall fyrir þetta ég hefði andurs borgað 500.000 I would pay hvað kostaði meðanir? Ég veit það ekki, ég keypti allir gennum ferðaskrifstofu þannig ég sé ekki eða allan ég er ekki búin að tjekka nei ég er ekkert að tjekka hvað svona individually hvað þetta kostar ég bara here's my card sko bara, take my money andjóks já þannig við erum að taka upp 2 þætti af því að einmitt þú veist í 3. daginn næstu viku er ég bara í London London surrounded by British people the British ég elskar also þú veist síðustu viku þá postuðum við ekki á réttum tíma og það er alveg 3 búin að skamma mig fyrir þetta já við vorum eitthvað við postuðum á mánudeginum og þá þarf það ekki að koma þú veist getur við slepptið að posta á 50 og það er alveg nokkur búin að vera bara hvað er fekkin þátturinn já, reynda vinkarinn mér senda mér líka og hann var bara, ég er í vinnutöld núna mér langar að hlusta þetta núna sorry bara, thank you so much en það kom svo smá seint okkur kom þetta aftur svona seint það var einhver ástæð okkur við farðum þetta Tristan
okkar heitt elskaði var með gest og eitthvað svoleiðis sem gat ekki fara our editor my brother, hann var með gesti og við vorum, að því að þetta var þau nagla inspo, það var svo mikið að myndum það var ógeðslega mikið vesen að klippa þetta og vorum bara, heyrðu, taktu bara þinn tíma, please just don't be mad at us. Þetta var svo ógeðslega mikið sem þurfti að gera í síðasta þætti, svona the editing og myndirnar og eitthvað svona, þannig við vorum bara eitthvað, þú veist, líka því að ég var að gera neglur og eitthvað og ég hafði ekki tíma til að, þú veist, vera að finna myndir fyrir hvert einstu trenda því að þetta var svo ógeðslega mikið að myndum þetta var svo mikið að trendum sem við bara töluðum þannig við aðna en í staðinni í þessari viku erum við að vera mjög samviskusamar og taka 2 þætti upp þannig að við verðum ekki skammar ég verðum bara að taka 2 þætti bara núna right now, back to back eftir back að flytja við ætlum að taka upp aðna á morgun auka þátt en ég er bara að gera neglur á Klöru Einars sem er með lagið okkar í intrónu ég er bara að gera neglur á hann á morgun hún er að fara að performa á Kótilettinni svo kemur hún aftur og er að fara að performa á þjóðhátíð so exciting amazing so exciting þetta verður amazing en já við ákveðum í dag að hafa svona questions við erum með spurningaspil og skrifa niður spurningar þetta verður pínu mix bara af öllu mix and match það er einhverjar spurningar hérna einhverjar would you rather einhverjar hvað two truths and one lie og eitthvað bara eitthvað öll hvort myndir frekar þú sann hvort myndir frekar heldur að getum vinkonum mér sendum mig líka hún var eitthvað ég andurs man eitthvað að fara eitt þátt án þess að nota enska slettir og ég bara nei sorry, það er ekki að fara að gerast ég er líka búin að heyra þetta komment það er bara nei, svara ég nei ég vil hitt actions nei, ég hef heyrt þetta komment líka og einmitt, ég hef heyrt þetta komment, það er ekki íslenskt orð sko. Við erum að adressa það að við getum ekki talað um þess að henda í ensku slettu og ég hendi í ensku slettu hvað er svona komment? Ég get ekki tillögu mér finnst þið hljóma bara eitthvað svo fáránlega ég hef heyrt þessa tillögu að reyna að tala ekki ég veit það ekki, látum við vera mind your business bara whatever the fuck that means you're feeling hostile í það en eftir að eitt samt sem ég þarf að vera svona eða varst búin að gleyma hvor okkar er B-típan tala mér að deyja getur þú rétt verið snúruna það var ekki að fá ekki deyja ég er með snúruna við klippum þetta ekki út ég vil að allir sjá hvað Alexander er mikið B-típa tjekkar ekki fyrir þátt að talan hennar sé að deyja ég charge að míla bara sorry oh my lord hvernig lítur þú já svo taskan líka bara ei ræðir að stúpur oh my lord nei, I love a tote bag oh my god nei, veistu hvað ég er organized með töskunum mína ert þú með a period bag? A period bag? Já. Nei. Ég er með a period bag. Period. Ok, maður aftur þessu. Period. Új, hvað þessi gæla var svona pirrandi. Ég man ekki hvað hún hér. Ég man ekki hver þetta var, ég man bara eftir þessu kvóti. Og maður eitthvað, I am period, you are period, Hún gerði svo eitthvað lag seinna, ég man ekki hvort það var eitthvað diss track eða eitthvað. Er þetta hana Krakkinn? Þetta er hana gæla með The Lashes og hún valdi að stick her tongue að það var að gera period. Já, hún var með eitthvað svona high pony, eitthvað. Já. Já, þetta var svo skrítin gæla. Já, hvað ætla ég að segja? Já, ég er með a period bag. Ok, svo never be me. Er ég með essential bag gloss og ylvatn og þú veist Airpods og Ertu þá með, þú veist, lítinn póka sem fer í stóra pókan þegar þú ert á túr? Já, ég er með lítið svona veski svona pingulítið veski fyrir tortabana mína og dömbindu og svona svoleiðis og svo í bara sama lítið veski fyrir essentials og eitthvað svona og ég hendi engu bara ofan í töskunum mína, það er allt bara organized það fyrir talvan fyrst af því þá er hún svo flöt
og svo þú veist stacks and stacks. Ég bara með tót og þetta allt bara eitt hólf. Það myndi sko, Þannig ég veit bara ef ég að leita einhverju sem lítið, þá það bara einhver starra neini. Já, þú veist, ef ég að leita lyklunum, að þá þarf ég bara að grafa fram hjá öllu og það neðst. Ég líka með svona hólfi í töskunum minni fyrir ringina mína. Já. Ekki ég. So different. Just so different. Period bag, það eru stundum túrtappar í botninum á töskunum minni. Já, ég man þegar ég var einhvern tímann bara ertu túr og þú veist já, ég er bara maður fyrir túrtappa og svo varstu eitthvað, já, það er bara í töskunum minni það er bara ekki í töskunum minni og ég bara, ok, tek upp töskuna og ég bara, guð minn almáttugur þetta var svo messy og svo þetta ég bara að deep dive að leta einu fucking túrtappa ég gæti þetta ekki, ég actually gæti þetta ekki Við þurfum að hafa hérna gerum einhvern tíðan TikTok það sem er svona what's in my bag og þegar ég er líka með random shit in there sko. Ætlaði ekki líka að gera eitthvað tíma bring something home from to work Ég er ennþá með eitthvað í töskunni sem ég ætlaði að hafa í það Þú ert alveg potið búin að sjá það Já, þú veist hvað ertu að gera með bursta Ég bara glemt að taka hann upp úr Ég er líka með svona litla fígur á bónusgrísnum í svona, ég held að hann sé lópapeysu mátt sækjana og vilt sína fólkinu þetta er bara já og sækjan ég eftir að vera bara heila öldas en að finna eitthvað í töskunni sko Jesus Lord við ætlum að fara í sponsorin fyrir þáttinn sem er Luxa Crystal Nails og eins og ég segi hérna á hérna merkjunum hérna Crystal Nails surprise boxin er samt alveg búinn en mér finnst það bara svo sæt Þú vildi bara hafa það í freiminu Já, ég vil hafa það inn af því þau eru svo ógeðslega sæt að því alltaf að koma nýja vörur þá fá allir svona surprise box þannig til það má vera Já, það hafa eitthvað sýnilegt hérna. Og hérna er líka sýnilegt prósendur okkar En já, Luxa er sponsorinn okkar þar getur þú fengið það bil allt sem að þú vilt beauty tengt það er hægt að kaupa naglavörur fyrir bæði akryl og gel og svo er til tannvörur það er til að lita á augabrúnir það er til lasvanavörur við erum nýkona með lasvana hérna lip steinana Já, lipsteinana og lip oil þeir eru bara að fljúa út sko. Líka árum við fengið það var bara er það með lipsteinana Já, það var bara strax þetta er bara uppselt hjá henni líka veist, þannig að það eru bara nokkri litir eftir run, don't walk En hvað er uppáhaldsvara þín í þessari viku? Sko, ég verði eiginlega að segja lipsteinanir I kinda have to og líka the lip oil ég er með hérna crème brûlée hérna ógeðslega sæt Svo maður hana taka maður face í burtu sko Ég keypti akkur þannig líka, elskan Já, ég keypti þannig og því hann var svona mest nút að ég held ég tók karamell lipsteinin en nei, manna ekki Nei, ég held ég tók það ekki Ég veit ekkert hvað ég tók en ég tók eitthvað lipstein svo tók ég þess þannig að því að hann var the most nude að ég fíla ekki pink lips og minnst það ekki alveg my thing, mér finnst ég vera eitthvað svo reið með bleikarvarir reið það ég verð eitthvað svo reið bálreið þegar ég verð bleikarvarir hún er bara brjáluð en annars ef ég myndi þurfti að taka eitthvað Crystal Nails vöru þá held ég að ég verð að taka hérna Nova Crystals the Nova Crystals en eitthvað sérstakur sem maður með já bara þessi tveir Champagne Já, þessi er gildu. Já, þeir eru svo cute. Þeir eru ógeðslega cute og þú veist, ég er búin að nota þá ekkert eðlilega mikið. Þannig að þetta er Nova Crystal Champagne, ég nota starfnúmer SS8 og SS5 og þetta er bara, ég nota endalist, bara þú veist, við svona summer setti og svona blómasettin og eitthvað svona, þetta er bara perfect steinar og ég er búin að vera að kaupa þetta nokkur sinnum að því að ég er alltaf að nota þetta svo mikið, það bara nota í gær. Þannig ég verð að segja að þetta er svona my favorite núna sko, það sem er búin að poppin off. Mín uppáhald núna eru ég er naglalaus, ég er í naglabanni og ég fekk naglalós en þannig að þá í staðin er ég búin að vera að setja hérna Gel Effect topcoatið glæra she sticks on like crazy þú veist, ég nenni aldrei að setja eðlilegt naglalakk út af því að það flýgur alltaf af strax en þetta er alveg búið að vera í einhverjar 2 vikur eða eitthvað bara without like, já, þú veist, ég er bara með topcoatið en það bara, þetta er allt ennþá topcoat á nöglunum án þess að hafa neglur já ég myndi urlast hvað meinar þau? ég veit ekki, mér finnst það eitthvað svo ég bara vildi setja, þú veist, ég vildi hafa eitthvað já og því ég má, þú veist, ég get ekki verið með neglur ég myndi frekar vera með beraneglur sko I wanted to feel good en ég setti það á
og hérna augabrúnalitinir þannig frá Túja eða Þúja eða whatever Túja bara flugfélag sko ég veit ekki hvernig við byrjum þetta fram T-H-U-Y-A Þía ég veit það ekki maður, ég bara lesið þetta ég er ekki viss hvernig maður tekur þetta fram já. Mér finnst það festast mjög vel í augabrúnunum ég er reyndar líka máluð og þú veist setti á í gær þannig að þetta er svolítið mikið en ég fíla það ég veit ekki hvað það heitir samt þetta ég held nefnilega að það væri frá La Svana þessi augabrúnalitir og svo fann ég út seinna að það var ekki þetta er ekki frá, hún er líka held ég að með þetta en við vorum með þessa liti lengur áður en við fengum inn hérna La Svana þetta heitir Vá, ég actually bara veit þú veist, þetta er T-H-U-Y-A já Túja T-H-U-Y-A Túja við þurfum að spyrja Silvíu hvernig maður á að taka þetta fram og hafa svona hún veit að hún segir Shane í stað fyrir Sheen já, satt ég var að koma hérna Shane Shane, þessi bara Shane Dawson hey what's up you guys, yes mér nákvæmlega svo mikið svona intro fyrir Naglar Trúnó eins og þannig að Jeffree Star hann gerði svona hey what's up guys, welcome back to my channel eins og hérna Disney Channel já, hann heldur alltaf á svona speil og svona welcome back to my channel við segjum alltaf bara hey guys, welcome back hi en ok, eigum við að fara í spurningar já og svo ekki stærið, vilt þú byrja ég? Þannig byrjum eitthvað hérna og svo bara eitthvað svona að draga og við ætlum ekki að taka of inappropriate spurningar já, þannig að ef þú sér okkur gera þetta það var bara svona ég myndi svara þessu auðveri að ég spila kvöldi en ekki alveg fyrir viewers, fólk sem veit ekki alveg hver eru ef ég er í spilakvöldi og komin í glæst það bara já sko ég ætla að gefa það löngusöguna já hérna, ég með spurningu ef að þú yrðir handtekinn hvað myndi mamma þín halda að þú hefði verið handtekinn fyrir ef hún myndi bara ringi hana hæ mamma ég var handtekinn hvað heldur að það var fyrsta sem hún heldur shit ég held að ég myndi vera út af því að væri út af einhvern miskilning út af miskilning? Já, ég held það út af einhvern miskilning eða þá þú veist að því að ég veit ekki, að því ég ríf ekki kjaftur löggur en svona þú veist náði lögga mér á lúks og hún var bara þú veist þú mátt ekki vera hérna inni, þú er að fara bara, þú veist ekki með aldur þá var ég 17 eða eitthvað og þá var ég að vinna mér eitthvað svona ok, ekkert mál og löpum til niður en hún eldi okkur ekki niður þannig að við fórum bara á dansgólfið og hann var eitthvað þú veist ég maður ekki fóldræna ég bara ok ég bara já þú veist það er alltaf góð þið veitu hvað sem vera þú veist ég sé hana þannig að þetta er alltaf góð og aðna já og lögreglan hringdi svo í þú veist aðna mamma pappa daginn eftir eða pappi mann ekki og hann rósaði mig hvað ég verið kurtis hann hringdi í hann og bara herri já þú veist dottin var náttúrulega nýri bæ og þú veist hún á að geta vera svona klúb og eitthvað svona og pappi eitthvað já eitthvað svona bara já og svo var hann eitthvað já hún var svona mjög kurtis hún var bara mjög svona almennileg og eitthvað svona og ég bara fá greið löggan að þurfa að fá svo mikið bare minimum frá mér til að fá hrósk eða þú veist að hrósa mér ég bara hann hefur verið tilbúin fyrir einhverja nei andjóks samt get ég vera alveg crazy þegar það er hurðar fyrir frá mig já, einmitt ég hefði ef ég hefði þurft að svara þessu spurningu fyrir þig þá hefði ég haldið að væri eitthvað þú hefði brotið eitthvað niður í bæi eða eitthvað já, ráðast á hurðina bara eyðilegir hurðina hurðarnar þurfa að fara frá mér hurðarnar niður í bæi hata að sjá þau koma ég held ég enda fjólbláða Marínina sorry, að heyra bitch þegar hún ógjast að lengi á klósettinu í Trúnó drullaður út, ég þarf að míga andjóks, bara þú þarft ekki að vera lengur 5 mínútur það er röð hérna fyrir aftan fullt af stelpur þurfa að pissa
eða þá bara stelpur sem til dæmis gett óglatt og eitthvað, ég var í röna á Amerikan eitthvað daginn og þá var eitthvað stelpur svo ógstlega óglatt og hún var bara að deyja og ég sá það og ég er góð með því, hún var eitthvað nei, mér líður sér þarf að æla, ég er eitthvað ok, ekkert mál og það er bara bam og stelpurinn þú hölkaðir á þessu I hulked out sorry, þú veist það voru líka búin að vera hann fokkin lengi inn, þú veist, ég var sjálf bara að bíða ógeðslega lengi, hvað þá þegar eitthvað stelpa er að deyja fyrir fram með mig, þá vandalega fer hún þú veist á undan mér og þú veist strax inn svo sé ekki, sorry, að gera svo að fíbli bara eitthvað fram á gólfi, skilur já, þú veist, maður veit það ekki, hop a girl out, skilur þannig ég var bara svolítið mikið að berja á hörna og það kom mig beint út þar hafa bara verið að taka selfies og baðið já, þetta er, nei, ok, það er ekki speklarinn á Amerikan nei, satt sem er alveg óþægilegt en þær eru bara, þú veist, þetta er bara stelpur að spjalla og það er svo mikið trend, sorry, þetta er bara að pissa út taktu trúnuð bara þegar þú sérstu niður in and out eða bara, þú veist, tala fyrir fram hurðina sko. Já þannig ég held að vera það, ef lögreglan myndi handtaka minn, það myndi að vera bara að ég bara, I hulked out eða eitthvað damage of property, bara þú skemmtir hurðina eða eitthvað já, ekki samt halda að ég sé bara eitthvað reitspýta oh my god, ég heyrði podcastinu hjá Elda, hún er bara ráðast að hurðarnar oh my god, þetta er ekki þannig bara sorry, ef þú ert taken a while á þessu fucking klosti, það kemur bara ok, bam en þú veist ég veit ekki hvernig ég láta þetta hljóma án þess að ég sé bara eitthvað psycho allt í lagi ég ber ekki fólk bara hurðar what's the cry já, sorry, when a bitch gotta go hætti að fucking tala hún á baði shit, ég er bara að vera hýrið upp og tala með það hvað er hurð? hurðin er hérna, go at it þetta er líka bara eftir einhverju einustu helgi er ég bara shit, ég er bara að hætta þessu og ég er bara actually marinn something to take the edge off ok ég var með spurningu fyrir þig af því þú varst með spurningu fyrir mig mig einhvern veginn þannig ég er með það sama ok ef þú fattar mig ég kannski fatta ég þegar ég heyri spurninguna ok, ég er með aðna hvað finnst þér að vera my red flag your red flag já þá berður hurðar ofnir ok, ekki alveg svoleiðis við skulum sleppa henni að því við vorum að name her ekki það ég get ekki að vera bara nón fyrir að vera eiginlega að bara hurðabýtur not a woman beater the door beater door beater þitt red flag bara hvernig ég er, þú veist hvað er mitt red flag þú veist alveg pínu heitir a hater já ég vildi segja það ég ætla ekki að ljúga það, ég er alveg a hater samt alveg sweetie en a hater já fljóta að verða pissed off út í mundane hluti eins og labúbús og hurðar ok, við skulum slaka á hérna með hurðarnar að ég er bara að vera að byrja strax hérna ég held að myndi segja bara hvað ég er þú veist, með stuttan þráð eða eitthvað já, ég meina þú veist það að vera heitir er líka með stuttan þráð, þú veist þarf mjög lítið til þess að þú setja eða hvað er brutally honest, ég held að þú ætlar að segja eitthvað svoleiðis er það ekki bara being a hater? það er being a hater já, ok það er my red flag being a hater ég held að þitt red flag sem mér finnst að þér er að þú ert að Swiftie well og uppáhaldsalbum mitt frá henni er Red þannig að what about it nei, ég svona alla spurningar sem ég spurði þig ég svona með það svona just in case ef ég myndi svara henni líka hvað þú myndir, já, veist hvað heldur að þú myndir vera handtekinn fyrir? Ég örugglega bara vera einhvern veginn með röngu fólki held ég, þú veist, að ég sé einhvern veginn bara svona óvart involved í eitthvað bara, oh my god, það, ég vissi þetta ekki bara, byrju, já, shit þú veist, aðeins svo oft sem ég hef verið eitthvað svona obliviously, eitthvað svona lalala, og svo bara, oh no nei, andjóks já hérna
Would you rather Ok. mæta hákalli í sjónum Ok. Já. Hversu stóran hákall? alveg bara mjög stóran, Ok. það er svona pínu skeri. Ok, pínu. Þetta sé bara fuck scary ef ég að mæta hákalli, ok. Ok, Eða mæta kúk í laugin. been there, done that, sko. Já. Nei. Jú. Ég man þegar ég beta orðum eitthvað til mér í sundi. Tvisvar. Það var tvisvar kúkur í lauginni. Hvað er þetta í sundi? Gráslaug. Never going there. Nei, andjóks, ég bara, eftir þetta var ég eiginlega bara svolítið traumatized. Þess vegna viltu ekki fara í sund. Nei, ekki bara það. Ok, já, ástæðan okkur ég fór ekki í sund í svona 7 ár er þetta því að, þú veist, þetta er dirty as fuck og ég er ógst að spera þetta. Já. Þannig, þú veist, þá er ég bara... En myndirðu frekar relive kúkur í lauginni eða hákall í sjónum? Já, ég menna, þú veist, er hann að snerta mig? Þú veist það ekki, þú veist, þetta er bara in spur of the moment, skilurðu, þú veist. Sko, að því að, þú veist, ég Þú veist, þú ert að synda, kemur, og þú veist, sérð hákall eða, og þú sérð kúk. Frekar kúkin, hákall, þá getur ég bara dáið. Þú veist, ég getur bara dáið að, þú veist, einhver hákall að koma hjá mér, þú veist, í staðin fyrir að vera bara eitthvað, it's a floater, skilurðu, þú veist. Believe me, been there, done that. Já, been there, done that, sko. Það er fucking ógeðslegt líka gamla vinkon okkar sem við talum ekki við í dag. Hún ég held að þetta væri steinn. Fljótandi steinn. Fljótandi steinn, sko. Ekki fljótandi steinn. Hún bara tók hann upp. Og kastaði hann í áttina að mér. Nei! Jú. Þú veist, í áttina að mér, skilur við. Þannig, já, ég myndi frekar mæta kúk í laug heldur en að hákall sé að synda að mér. Miklu frekar. Nei, en af hverju hélt hún samt að það væri meira og líka, þú veist, hún hélt að þetta væri grót, af hverju var það að henda gróti í þig? Nei, hún pælinga og bara skilur hérna náttúrulega bara takk upp og kæft síðan. Nei, þú veist, hún var eitthvað æður ekki að steinin að taka núr, skilur, en þú veist, hún greip í hann og hún var bara og þú veist, kastaði bara svona í áttina að mér, skilur. Ég held að við vorum í svona 4. 5. bekk. Ok. Þannig, já. Og þú veist, ég mætti úr lauginu og ég var bara, herri, það var bara kúkur í lauginu, sko. Þú veist, þetta var gerst 2 svar. Það sem hefur bara verið ekstra bara kúkur í lauginu. Nei, já. Bara, sorry, hvernig kúkaru í sundlaug? Ég vil bara vita, var þetta gamal, þú veist, var þetta gamalmenni? Eða var þetta barnaskýtna? Nei, það getur ekki verið að barn hefur eitthvað drulla. Finnst þér þetta svona fyndið? Þú veist bara, þú veist líka að það hefur gerst 2 svar. Já, þessi sundl er ógeðslega, eða greinlega bara kunna fólk að geta að fara að kúka áður en þið fara í sund. Já, þú veist, líka bara þú getur farið upp úr eða þú þarft að fara á klósettið, skilur. Jokes. Shit. Já, fólk í Grávarslega kunna ekki þá, þetta var fyrir svona, hvað ég segja, 8 árum síðan meira. Fyrir 8 árum síðan vissi fólk ekki að það væri baðherbyggi í Grávarsleg. Greinlega ekki að bara kúku í laugina. Þetta er, já. Shit. Ok, hvort myndir að missa 1 putta eða 1 tá? Eina tá. Aha, þá svo er þetta að labba. Mér finnst nú þegar er þetta að labba. Ég er með flatfót, þannig að fætinu mínu eru bara svona mess. Þú veist að það á að vera svona curve. Já. Well, you should know this too. Það á að vera svona curve. Það er bara ekkert. Það er bara, þannig að ég er alveg með shit balance, sko. Og hrindir mér og ég flýg í gerðina. Þannig að þú veist, oh my God. What's another toe? Fæ ég að velja tanna? Ég tíma ekki stóru tannum, þær eru alveg Þú getur heldur ekki tekið litlu, af því að hún er the balance. Nei, en ég var að hugsa, þú veist, þessi Miðjuna. hérna, skilur Já, já. Næst minnst það. Og það er bara ein, þannig Ég að myndi, þá bara öðru megin. Ég myndi taka miðina. Þú myndi taka fokkjutanna.
Já, ég myndi taka fokkið tanna. Já, ég myndi taka fokkið tanna. Ok, þú myndir taka tanna frekar en hendur. Nei, fingur. Líka þú veist, Já, ég verður að hafa ef ég með vantar nails. tá, að þá væri það líka alveg svona silly, eitthvað svona party trick, eitthvað svona, hey, by the way, vissir ekki að vantar tá á mig. En allir sjá, skilur. Ég með party trick with my fingers. Beinum mitt stendur út. Það átti líka að vera Sorry. Ég var tilbúin fyrir svona smá, þetta var alveg mikið. Já. Sorry, þetta var mjög óvart reaction. Þetta er ekki alveg svona, þetta er ekki svona slæmt, sko. En Jú, ertu að sjá hvað þið mikið? Þetta er ekkert eðlilegt. she's just a little curved. A little. Scoliosis queen. Beinum mitt stendur út. Okay. Þannig að Það var akkurat spurningin sem átt að vera, ertu með eitthvað party trick? ég held að það sé bara þetta. Það er bara þetta. Já. Já, ertu með hidden talent. Er það ekki bara party trick? Basically, yeah. Er það ekki? Já. Það er basically the party trick. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað meira. Ég get náttúrulega ekki tekið eitthvað söngi party trick því það er náttúrulega fucking hellu og þá kann ég ekki syngja þegar í glasi. Hei, hvernig hljómaður fyrir að hellaða fjölunni? Hvernig hljómar það að vera hellaða fjölunni? Ef ég draga svona spil. Já. Ok. Who can take the most shots without puking? Ég kýst þig. Það er ég. Þú veist. Ég get bara tekið ópalskott, allt annað bara kúast ég yfir. Grow up. Allt er bara, Tequila skott. Love the ceremony. Ég get alveg séð þig fyrir mér að vera bara þú veist, ég held að þú getur alveg tekið mörg í einu. Já. Easy. Sko, ég get reynd að drukja ópal eins og sé vatn. Ég það líka bara bræðast eins og nammi. Maður fattar ekki eins og að sé. Það er svo gott. Oh my god, það er svo gott. Allt í næri bara blekuð og það er bara út á ópalinu. Já. Bara maður þarf að fara að passa sig. Fyrsta djámið mitt það var hot and sweet. Það er hættulegt, það er líka 44%. Það er crazy. Líka, ég myndar, fyrsta djámið, ég er bara eitthvað þetta bræðast eins og lakrís. Búm. Hello pjölunni. Hello pjölunni. Þú veist bara out. Listu þér með 3 orðum. Right now. 3 orðum. 3 orðum. Myndirðu segja að vera skipulagsfrík eða bara svona OCD? Skipulagsfrík. OCD er, þú veist, that's a whole song and dance, sko. Árátt og þráhyggja. Ég er náttúrulega með árátt og þráhyggju. Ertu með árátt og þráhyggju? Og þá getur þú lýst þér sem mannski með árátt og þráhyggju. True. Ok, ég er skipulagsfrík. Mér finnst ég persónulega hilarious. Og hvað ég segja þú veist ekki frekja en alveg þú veist ég er mjög fljót upp þannig þú veist ég veit ekki hvað það er bara ég með óklast stuttur þráður bara. Já, þannig þú veist skipulagsfrík hilarious og reið angry, pissed off angry þú veist, þú heyrir alveg í mér ef það er eitthvað sem gerst í búinu og ég bara svo fljóta upp og ég er svo lengi niður ég er alltaf svo lengi niður ég myndi að segja það en þú? Freaking hilarious líka mér finnst það allavega og það er nóg ég fæ sjálf á mig til að hlæja no og það er Mo það er Mo sí, freaking hilarious opin og vingjarleg já, þú getur alveg bara svona að tala við alla já, ég er alveg friendly að, þú veist, ef ég fæ mig til þess að tala því að ég get alveg verið mjút líka að það, þú veist það er auðvelt að tala við mig, myndi ég segja
Já, það var ekkert erfitt að tala við þig þegar við vorum að kynna sko. Nei. Þó varst intimidated by me, þá varstu samt alveg að reyna að tala um mig. Já, og þó að þér fannst ég lítið út eins og 30 bresk kona. Já, ég sagði þetta í spilakvöldur heim í hér. Það var eitthvað svona, how would you describe the first impression to the person on your left? Og ég var eitthvað, þegar ég horfði á þig, ég held að vera svona 30 bresk kona. Já, þú komst í interviewið til Silvíu looking like a dirty British woman sko. Dirty? Nei, 30 Like a dirty whore. Nei, like a 30 British woman. Yeah, ég er búin að vera að klæða mig like an old lady síðan ég var svona 13 ára eða eitthvað. I love a good kápa. Þú veist, you would have hated me í framhaldsskóla. Ég var að vinna með hérna skyrtur og kápur. Allir klæði sig í dag í skyrtur og fara í kápur og Nei, bara button up, síðarma með stígvílunum og okkur svona. Yeah. Og með eitthvað svona hatt. Nei, ég var ekki með það millennial hatt. Ég sé þau svo mikið fyrir mér að vera bara með eitthvað svona hatt. Þú veit örugglega með eitthvað hatt á reynskamaninu. Ég veit það ekki. Mér líður eins og ég hef séð það. Eitthvað svona breskan hatt. Ef þú finnur það, þá máttu expósa mig. Hérna. Ég átti hatt. Ég notaði hann aldrei út af því að mér fannst ég líta út eins og þú veist, I don't know what. Ég er ekki hattakona. To my core, I'm not a hat woman. Þegar ég var í Tælandi þá fannst mér eins og ég var appropriating some other people's culture bara því að ég var í hatt. Já. Rannsam var eitthvað, þú verður að vera með hatt annars verður sólsting í eitthvað. En þau sjá, þau vita ég er ekki að hata manneskja, þau munu benda mig og hlæja. They know, it's a costume. Ok, ég ætla að draga eitt annað. Nei, var ég ekki að spyrja þig? Leið mér hún. Eða hvað, var ég að spyrja þig? Ég man það ekki. Ég veit það ekki, bara kemur þér ekkert við. Ok, mind your business. Yeah. Æ, og verði eitthvað inappropriate. Það er líka sem þetta niður. Æ, nei. Má ég sjá þetta? What's up? Nei. Oh my god, þetta var svo ljóð. Hvað er þessar spurningar? Æ, nei. Þú ert að djóka. Hörðu, vil ekki taka frá mínum bunga? Þetta frá mínum bunga. Bunga. Æ. Það skip. Þetta er bara allt hræðilegt. Þú mátt spyrja og ég skal bara segja next question ef ég vil ekki svara. Who's the most likely to be a necrophiliac? Hvað það? Svo ég döðu fólki. Ói! Oh my god, hvorugt? Oh my god. Ói, pældi það actually fólk sem bara actually gera. Já. Ég held við getum ekki. Vá. Er þetta bara... Okay, who should probably be in jail right now? Who should? Af okkur? Já. Hvorugar, við erum svo... Við erum sweeties. Við erum svo mikið sweeties. We do our best. Oh my god, nei, ég held að þessi... Elektra, ef þú verið grammeti, hvaða grammeti væri og af hverju? Jarðaber. Það er ekki grammeti. Já, ég borði ekki grammeti. Það er bara hendi grow up. Grow up. Hvað er grammeti? Þú veist, ég veit ekki. Mér finnst ekkert grammeti gott, þannig ég get ekki nefnt neitt grammeti. Ekki neitt grammeti. Herðu, nei, þetta er bara, við verðum að sleppa þessum hérna. Við þurfum alveg að beðja hann bara um að klippa mjög mikið hérna. Nei, við getum alveg haft þetta allt. Herðu, ok, við ætlum ekki að draga spil, guys. Þetta er alveg way too inappropriate og það sem ég myndi bara svara þegar ég er í glasi. Hvað? Herðu, með þessum orðum ætlum við að
Hætta að fara yfir þetta okay. Þegar við vorum að fara yfir þetta var eitthvað, það er alveg hellingina sem við gætum alveg svarað, þú veist, það væri kannski eitt og eitt sem að verður ekki og svo bara Já, nei, við sleppum þessu Ok, þá ætlum ég bara að spyrja Hey, ég ætlum í 2 truths and 1 lie Ok. Og þetta tengist áðan handteknu spurningunni Ok. Ég vildi ekki segja mikið að því að þetta var part of my question Ok. 2 truths and 1 lie Ég er með kerruprófið Ég hef verið handtekinn og sett í lögreglubíl Ég hef gert 2 hit and runs Þú hefur ekki farið inn í lögreglubíl Vá. Ég veit að þú ert með kerrupróf og því að það er ekki það langt síðan og sagði frá það ég var eitthvað Anskotin og þú veist, þú gerði grína mér fyrir að keira eins og grandma og sagði svo, en ég er samt alveg Ég hef með kerruprófið sko, ég má líka hjóri í þig Fuck no, ok Fine That was a fail Hversu líklega ertu til þess að joina sértrúarsöfnið? Joina? Sértrúarsöfnið A cult Hvernig cult? Bara Jesus loves you cult Nei, bara there are many different types Þú veist, það eru einhverju sem eru bara svona self-love and self-discovery cult skiluru og svo eru til eitthvað Jesus elskaði cult og svo eru svona doomsday cult Hefur aldrei farið í like a cult deep dive Nei Shit, Ég þetta sé bara 0% líkur Engar Seriously, held sér engar Hversu líklega er þú? Ég er ekki mjög líklega núna en þú veist, það voru alveg tímar þar sem ég hefði verið frekar tæp sko I mean, þú veist, þegar maður er like, líður ekki vel og hugmyndir það að fara í einhverja svona kommunu og sjá beljur og þú veist, eitthvað svona I don't know ég veit bara að það eru tímar á lífinu mínu þar sem maður hefði verið auðvelt að fá mig til að fara í cult and that's all I'll say on the matter sko Við erum svona cult svo fyndi það er eitthvað svona djöflakolt eða eitthvað í Íslandi eitthvað svona satan eitthvað svona bara. Og það var eitthvað gæja á Íslandi sem reyndi að skýra sig hvað heitir djöfullinn? Satan, kannski Nei Lucifer Já. Mátti ekki skýra sig Wonder why mér er svo skýrt mátti ekki heita Lucifer Já, mér finnst það bara ógeðslega töff nafn það er alveg töff nafn það er ógeðslega töff okkur má maður heitir Óðinn og okkur blá ég skil samt alveg að þjóðkirkjan vilja ekki skýra barnið Lucifer þú veist að ég væri prestur og myndi ég ekki vilja skýra barn Lucifer nei ég skil það en þetta er bara it's such a cool name mér finnst það such a cool name og hann reyndi að skýra nafn sitt Lucifer og hún var bara feikneitað já og hann var ekki sáttur hann fór með þess að í viðtali á Blökustinu talaði það hann var satanisti og eitthvað og veistu, ég átti bara svolítið erfitt með að hlusta það sorry, mér fannst þetta svo fyrirlegt þið fannst ekki erfitt að hlusta þetta því að fannst það svo touching hann geti ekki heitið Lucifer nei damn fuck hann var að tala að vera satanisti og þú veist, eitthvað svona bla og það er svona satanista kolt á Íslandi og ég var bara, hvað í fokkanum er ég að hlusta á þannig það fannst mér erfitt að hlusta á en þú veist, kannski ekki breyta nafninu í Lucifer skilur en þú veist, mér finnst þetta bara cool nafn skilur já, þetta er cool nafn en þú veist, okkur mátti heita Tristan getur blípað yfir nafni I forgot we were on tape herðu next question ok, hvort myndir þú frekar aldrei geta burstaði tennuna áttur új eða aldrei geta farið í sturtu áttur bursta með tennar, ég get notað tyggjó ok hvað þú gera? já, bursta tennuna það ekki, maður getur notað tyggjó þú getur notað tyggjó einar þá ert alltaf með bragðið eitthvað en já, þú veist ekki frekar bara eitthvað svona gett svona já, sterkt tyggjó bara extra ég notað alltaf græna, mér finnst það svo gott það er svona
extra. Mér finnst myndu tykkja fucking ógíslegt. Bara það classic mynd. Ég veit ekki, ég alveg heyrir þar. Það það sem ég segi sko. Hvað your greatest fear? I don't know, fucking mamma mín að deyja eða eitthvað. Já. Það alveg, that terrifies me. As far as I'm concerned, she's staying alive. Ef hún deyr þá drep ég hana, ég sver. Þú verður aldrei í jarðarförunni hjá henni. Nei, það er bara, hey, ok, vilt að ég mæti jarðarföruna þína? Ætlar þú að mæti mína? No. It goes both ways. Honestly, þú veist. And it. Mér veit bara að deyja. Oh, I don't care. Ég var hvort eða dauð, ég veit ekki hvað er í gangi, en ég vil ekki vera hérna á fucking máminni dauð. Ég bara vil ekki deyja. Ég bara, stundum ég bara eitthvað, farið deep thought og hugsa bara eitthvað, oh my god, þetta það sem ég að gera núna, bara ég liggur til brúmið þegar ég get bara verið að enjoy my life af því ég bara fara að deyja og maður veit aldrei hvað er að fara að gerast og svo bara eitthvað svona, oh my god, ég mér ekki verið bara gömul og ég mér ekki bara sjá eftir ykkur sem ég gerði ekki í dag, þú veist, ég fyrir bara eitthvað svona deep og er bara eitthvað, oh my god, ég er ekki að fara að deyja eitthvað tíma, þú veist, ég er ekkert tíma bara að vera bara gömul og ég er bara að fara að deyja. Þú veist, ég er ekki að fara að vera bara 19 forever. No. Mér finnst það terrifying. What the hell? Mér finnst það terrifying. Fyrir mig, I couldn't care less með það sko. Mér finnst ógeðslega fallegt að eldast. Bara svona að hrykkur koma og svona líka, ég mun aldrei fá okkur botox og svona til að fela með aging, skilur. En það bara terrifies me að ég mun actually bara deyja. Já. En þú veist, það sem ég hugsa er bara ég vissi ekki hvar ég var áður en ég fættist, ég veit ekki hvar ég verð eftir að ég dey. Ég mun líklega að fara á sama staðin ef það er einhver staður og ég var fæn þá og ég verður örugglega fæn eftir það líka. Mér langar sem ekki að trúa afterlife. Já. Það er alveg comforting þegar maður trúir því sko. Bara þú veist, ég mun ekki deyja eilu, ég mun byrtast ykkur staðar. Já. Vonandi bara sem köttur eða eitthvað. Heimilisköttur. Já, heimilisköttur. Já. Er það sem þú myndir velja ef þú ekki væri með líf eftir dauðan? Hvað myndir þú vilja vera reincarnated as? Ég væri bara, þú veist, til ég að vera bara eitthvað geggjum manneskja. Þú myndir vilja vera manneskja aftur? Já. En þú? Mér finnst bara, ég held að sé okkur það leiðilegt að vera dýr. Ég myndi vilja vera bara heimilisköttur eða eitthvað. Ekki ég nefnilega. Akkur? Ef ég verið eitthvað að vera, þú veist, hundur eða eitthvað. En hundar, það er expectation á hundunum. Kettir geta verið dicks við eigandana sína og eigandun er bara að elska það. Kannski verið líka bara að lúka bara til að vera hákall. Já, eða bara skjaldbaka. Förum aftur í það, fyrsta þætti, throwback. Sagði ég myndi vera skjaldbaka. Ég verið hundur að vera chihuahua. Já. Þá. Já. Já, vó. Nei, ég spurði þig. Var það ekki? Ég man það ekki. Hvað gefið þér the egg? Hroki. Hroki? Hvernig er hroki? Ertu að spyrja hvað hroki þýðir? Eða arrogance? Það verður bara arrogant. Já. Halló, við tölum ennsku hérna. Halló, við tölum ennsku? Nei, hroki. Það tala um að nota ennska slatta. Nei, ég meik ekki hroka. Ég meik ekki, þú veist, ég er með svona eitthvað sem ég meika ekki við það sem ég kalla fótboltastráka syndrómið. Þú veist, það sem að þeir eru bara að halda, þeir séu bara þú sett heppin að hann sé bara inn í sama herbergi og þú. Þeir eru svo leiðilegir, þeir eru bara dæmi ógeðslega mikið fyrir að vera bara að drekka og eitthvað svona. Já, þeir eru bara hrókafullir og leiðilegir. Þeir bara geðveikir. Ég get það ekki. Það er bara mitt stærsta, þú veist, ég bara genuinely get það ekki. Ég hef ekki verið að heita fótboltastráki bara síðan ég var bara í grunnskóla eða eitthvað sko. I have never. Bara frá þegar ég var bara krakkið þá bara gati ég ekki þess að gæja. Ég líka þegar ég var krakkið þá þoldi ég það ekki út því að þeir voru alltaf, þú veist, þeir komu kannski inn úr fríminútum grenjandi og þeir töpuðu leik.
oh my god, af hverju verða þér svona pirraðir? Já, þú veist það bara veistu hvað sem ekki að slagsmálum ég sá alltaf í fótboltaskóla út af fucking fótboltaleik nei, alveg hver einustu frímínútum það var bara þú veist það var bara ég hef aldrei séð mikið slagsmálum að life er fucking bekki minn emitt og alltaf þau komið inn þá var alltaf fokkað þú þér eitthvað svona dörra af því að hann fekk boltan sko emitt og svo bara eitthvað 5 mínútur seinna er þetta besties emitt svo næsta daginn er að kýla það í andliti skilur bara þú veist bekkurinn sem ég var insane og hann var bara svona slagsmál út af fótbolta það var líka rosalega mikið svona hjá okkur þú veist þegar ég mætti íþróttir í skólanum og það var fótbolti að þá var ég alveg bara ok, nú þarf ég að fela mig hefur einhver bara sparkað fótbolta andlitaðir já já, það er ógeðslegt það er svo bad ógeðslegt það er svo embarrassing þú vilt líka ekki fara að hágreina maður bara já, ég er góð það er best þegar það er svona seasoned fótbolti sem er búin að vera úti í rigningunum og það er svona búin að rifna af honum það er ógeðslegt hann er svona að þeir eru svo ógeðslega harðir já, emitt shit, hvað er vann mér er samt verra að fá körfubolta andlitið það er ógeðslegt mér finnst það ekki eitthvað svona extra það er svo embarrassing ég held að mér finnst fótboltinn verri þú veist sársaukafyllri en körfuboltinn að það er mér finnst það koma svo mikið hljóð það ekki svona boing og það stendur hann að bara svona a shell of a woman bara maður líka reyna að gríma nei, ég var þú veist þegar ég var í skóla íþróttum ef að einhver sparkaði eða kastaði boltanum til mér þá skammaði þau og því ég var bara, ég vil ekki vera partur af þessu leifið mér bara að fela mig í þessar, hvað þú veist, 40-50 mínútur sem við erum í íþróttum, bara leave me alone já, ég var alltaf bara ég var ekkert að taka þátt í þessu þú veist, ég myndi alltaf reyna að standa bara svona út í hotni svo boltin kemur ekki nált mér en einhvern veginn, bara stundu gerast það maður snýr sér við það já, sem er sérstaklega vandræðilegt ef maður var búinn að vera þú veist, ok, ég ætla að vera rosalega svona til hliðar þannig að þetta verði ekki vandræðilegt fyrir mig svo snýrðu þið við í hálfa sekúndu og bolta í smetti bara blíkur á þig það er hræðilegt eina sem ég var góð í íþróttum var hérna skotbolti já út af því að ég var orðin góð í að fara í burtu frá boltanum það var bara what I did þegar ég var í íþróttum og vest þegar það var samt svona höfðingjaleikur eða eitthvað svoleiðis þar sem það var lið og þá þú veist var ég ennþá eftirlifandi og það var ógeðslega mikið pressa eitthvað þú verður að eitthvað þú veist ég kann ekki að kasta þessu ég get hlaupið í burtu frá þessu ég kann ekki að kasta þessu þannig að shit embarrassing shit það er ógeðslega embarrassing bara svo glöð að þeir aldrei að fara í gegnum eitthvað svona aftur nei, ekki ég var ógeðslega góð í babbing þannig já, ég var líka surprisingly góð í því það er svo satisfying það talandi skemmtilegt hljóð þetta já já ég var ekki að fatta þetta já kannski þetta hljóð já, það er þess gott hljóð, segðu það áttur ég ætlaði að segja eitthvað já, því þú veist það var svona allir svona rólegir bara svona já, og þú veist, ég er í burtu frá fólkinu þannig að það er enginn að fara að ráðast á mig ég þóla ekki þegar ég fyrir babbin tóð mig svo bara já, það er bara slappa af I'm doing my little game slappa af calm down your titties calm your titties right this second ég bara verðum í badminton þú veist eða þegar fólk verður reitt í skiluru stórfiskaleik eða eitthvað Tarzan það er svo nei, sorry, bara að vera brjálaðir að vera brjálaðir út af fucking skólaíþrótt er bara a whole nother level að reitja eftir brennubolta strákar sko, þetta voru líka bara strákar já. And they call us dramatic calm your titties honestly, sko nei, en til að fara aftur að upprunna ég er ekki að slá vinkonum mínar því að það er nú að bolta frá mér sko þetta er ímyndar, vinkonaðin kemur í neglur og hún eitthvað svona I don't know, hvað getur hún, þú veist, rekur hendina í eða eitthvað og þú bara já, rekst í lampan yeah. mann vill alveg samt alveg lemja þér þá sko en þú gerir það ekki maður gerir það ekki which makes you better than a man yeah. já, exactly en já, þannig að mitt stærsta ykk er bara
hroki að vera hrokafullur. En hvað það sem kveikir Já, með svona og kveikir svona turn on, turn off and turn on. Damn, I don't know. Þegar hann er góður með börnum eða hundum. Já. Það er alveg svona En þitt? Mitt turn on. Og ykk. Ok, mullets. All I gotta say. Elska mullets. Svona clean mullets. I hate that. I love that. Hvað er þetta? Ég meika þetta ekki. Þú ert ekki eina vinkonum mín sem hefur konfessað þetta. Fíla mullet. Það er svo flott. No, it's not! I love it. Bara þú er svo sætur út með mullet. Og sætur. I love it. Sko, mullet, þá hugsaði bróður minn. Og annað turn off blonde menn. Eða þú veist karlmaður og blonde mullets. Wow. Wow. There you have me, sko. Ok, litli bróður minn með blonde mullet. Ok, ég sveit okkur sem ég held að bróðin er ekki bara að kveika í mér. En þú veist, það eru sumur já. Nei, sko, annað turn off blonde menn. Eða þú veist karlmaður og blonde, grow up. Ósamlega. Annars það sem turns me off er þú tala bara sjálfa þig. Tala þú veist við? Nei, Já, ég fíl ekki gæði sem tala bara við sjálfa sig. Meika ekki þegar ég fer út með náunga og hann bara talar ekki við mig, hann er upptekinn að tala við sjálfa sig. Nei, þú veist, ef hann tala bara sjálfa sig. Já, það er ekki að tala neitt annað. Nei, þú veist, þegar hann hefur ókslega mikið áhuga hvað þú hefur að segja, spyrðu ókslega mikið til sjálfa þig og mullet. I can't with the mullet, sko. I love it. Líka tattoo, oh my god, tattoo. Tattoo, vá, ég elska það. Ég lét fyrirvandi minn fá sér 2 tattoo. Eða þú veist, ég fann þessi 2 mannlega sama. Við góð, þannig þú veist, já, ég held að þetta er flott að þér og ég held að þetta er flott að líka. Fekk það ára milli. Because I love a man with a tattoo. Mér finnst samt on the flip side a bad tattoo. Hefur þú þurft að tala gæja út úr því að fá sér tattoo? Út af því að ég hef 2 sinnum verið að grátbiðja náunga að ekki gera þetta út af hugmyndin er svo ass. Sko, ég gert það sama nema það var að vera að fokka í mér. Það var að vera að fokka í mér að hann ætlaði að fá sér hérna eitthvað svona hjartað rauða og gullitað mamma. Ég var í sjokki þegar hann sagði mér þetta, af því ég vissi ekki að hann var að fokka í mér. Ég var bara I dropped my face og hann bara akkurat að horfa á mig svona og ég bara þú ert ekki að fara að gera þetta. Það var bara actually í sjokki og hann eitthvað, jú, hvað meinar þetta er ógeðslega flott og mér fannst það bara verið dauðans alvar að segja þetta við mig og ég var bara, hvað er aðeir, ég var bara I feared for him. Nei, það er nefnilega málið, þú veist, út því að hann ætlaði líka bara svona að fá þetta bara svona hérna, skilur, eitthvað svona hérna, þú veist, hefur ekki séð þetta svona iconic, hræðilegt, þetta er ógeðslega ljótt. Ég hélt að hann væri dauðans alvara, þannig þegar ég fyrir í bæ með vinkonum minni eftir á, þá var ég bara eitthvað, oh my god, ég trú ekki að hann ætlar að gera þetta, bara, ég var svo sorgmætt og hún var eitthvað, þú veist, hann var að fokka í þér og ég bara, hæ? Hún var eitthvað, já, hann var svo mikið að grínast í þér og ég bara, það getur ekki verið. Nei, sko, ég með Ransan, hann er búin að vera að tala um það að fá sér tattoo. Ég elskaði Ransan, please ekki fá þetta tattoo. Og þegar Avans var með tattoo, Avans er dáinn, hann er með tattoo af það sem á að vera tígristýr.
en þetta var tattoo sem hann fekk þegar hann var í hernum, hann var í tælenska hernum og bara some dude gerði á hann þannig að þetta lítur ekki út eins og tígrisdýr, þetta rosalegt og Ransan var eitthvað, ég að spája að fá mér tattoo til að heyra af henni, ég eitthvað, ok, þú veist, hvað viltu? Ég ætla að fá mér tattoo eins og hann, ég eitthvað, ok, byrju, má ég sjá þetta? Og ég sá þetta, ég bara, nei, please ekki og ég veit enn ekki hvort hann sé að fokk í mér eða hvort hann sé serious en bara, it's a big issue in our relationship you can't read a guy það er náttúrulega málið can't read him við höfum bara tíma fyrir kannski svona 1-2 viðbót að við erum búin að vera í klukkutíma okay. Mér fannst þetta svo fun ég vildi ég geti bara tekið svona 2 klukkutíma þessum þætti ægi ég veit ekki hvort að ég á að taka eitthvað eða þú nei, ég spurði þig þú mátt taka vilt þú taka einn, ég tek einn og þú tekur einn þá eru á milli líka annað turns me on Jim wow Þetta átti ég að byrja ég er með svo mikið valkvíða ok, ég ætla að taka 2 truths and 1 lie aftur ok ég hef keypt naglavörur fyrir meira en 300.000 ég fekk fyrsta tattoo mitt 15 ára ég hef verið först í flugvél í 6 klukkutíma því það var svo kost úti og gáti ekki opna hurðina þetta var flugvélina eða hvernig er það á þessu? Ertu að djóka? Ok, sko, naglavörur fyrir yfir 300 ef þú hefði sagt skilur yfir 600 að þá hefði ég en skilur bara það að kaupa startpakkan til að fara í námskeiði þá ertu komin yfir það og það var ekki það ég afgreiði þig þegar þú kemur og ert að kaupa ég keypti þetta í Budapest fyrir 300 fyrir utan það þú náttúrulega tekur þá crazy heima var það bara meira en 500.000 sko. og þú varst frekar ung þegar þú feist þér tattoo var það ekki þannig að skvísa hann framan á eða nei, þetta er bakinn mínu þetta fyrsta tattoo mitt shall I show the camera þetta var fyrsta tattoo mitt fyrir þinn á bakinn mínu ekki zooma inn á mig please en já, þetta var my first tattoo miðin stendur út þannig að skamum við ekki stendur miðin minn út já já, þetta var embarrassing Tristan, zoomaði inn nógu vel að miðin sést ekki að hann miðin sést ekki? Ok, ég sýndi bara einu sinna ok, hér er my first tattoo þessi fyrir því hana það gæti að ég var 15 ára og það var, já það var ekki vont ég var að kúka á mig, ég var á tattoostofunni ég var eitthvað shit, er ég að fara bara go through with this ógeðslega stressið, en þetta var ekki vont og eftir það hef ég ekki getað hætt fekk mér 2 tattoo að síðustu núna 2 vikunum fyrir 160 skall sem ég ætlaði ekki að gera this is my new tattoo guys it's so pretty þetta er ógeðslega cute þetta er so cute, I love it ok, ert þú ekki með 2 truths and 1 lie? Ég glemdi að gera ég er með 2 truths, ég var ekki komið með lygi ok ég var eitthvað að stressa yfir að finna truths og svo glemdi ég að setja lygi okay. hvort myndir þú fyrir ekkar aldrei fá neglur aftur eða aldrei fyrir læslit aftur? aldrei neglur aftur, what is this? ég er alveg samlaður ég myndi aldrei fá mig neglur aftur ég myndi alltaf fá mig frekar læslift ég bara I love a last lift ef þú getur verið með any superpower hvað myndir þú velja? Geta read minds read minds veistu lesa hugsanir af hverju myndir þú velja það eru bara sömu hlutir sem ég þarf að vita God forbid a woman is nosy já, það er bara mér langar stundum að vera bara I want to know hvað þessi mannski er að hugsa þannig ég vil lesa hugsanir ok líka bara þú veist ef ég er að fá okkur að 5 í neglur og veit ekki hvað ég hef hana þá vil ég já, þú veit hvað þú getur sagt við hana já, bara, já ef hún er líka að hugsa bara eitthvað oh my god, og ég sá neglur og ógíslegar þá vil ég geta að read that já en líka bara til að vera nosy ég væri til í það 100% en þú?
Ég myndi vilja ég veit ekki hvernig ég var þetta, ég myndi vilja geta tekið í burtu eða bætt við slight inconveniences í dag fólks. Þannig að ef ég er pirruð út í þig að þá svona í dag er hún að fara að reka sig ógeðslega oft í borð. Bara eins og eitthvað svona voru út á dæmi. Já. Damn, og þú segir ég sé að hater. Nei, þú veist, ég vil ekki meiða fólk en svona, hún er að fara að tína Basically. og hún er að fara að tína lyklunum sinni 3 ára í dag. Þú veist. That's so rude. Ég vil bara vita svona Og enginn myndi vita og það væri bara, þú veist, ef einhver er dónalegur við því umferðina bara, það er að byrja að leka úr dekkjunum meira. Oh my god. That is so crazy. Byrju. Ég með svo mikið valkvíða. Mér langar svo mikið að spyrja bara allt í hana. Ok, ég veit ekki. Hvað er einn ókost myndir vilja breyta um þig? Um mig? Að ég geti verið organized, next. Máka það fljóð. Easy, ég horfði á tótpóka mér á meðan ég sagði þetta. Easy, next question. Next question, wow, ok. Easy, en þú? Hvað heitir að berja hurðar? Tjá. Nei, einn ókost. Sko, ég er bara að berja hurða þegar stelpur eru bara... Já, þetta er ekki ókostur. Nei, þetta er bara drullu ekki fokkin út, fólk þarf að míga. Vá, einn ókost sem ég vil breyta mig. Ég vil hætta að vera kvíðasjúklingur, bara, þú veist, oh my fucking god. Þú veist, mér langar bara ekki að hafa kvíða. Ég vil að anxiety er bara afraid of me. Skilur þú? Þú veist, að ég alveg suma vinkunur og ég bara, þú veist, social anxiety fears them, skilur þú? Og ég var til að vera þannig, þú veist, ég var að vinna ógeðslega mikið í þessu. Og eitthvað svona, oh my god, ég var að tala við eitthvað við eitthvað útlending eitthvað tímann, ég held ég var niður í bæi eða eitthvað og hann var eitthvað að tala, já, ég var eitthvað að vera eitthvað, ég man ekki hvað var að gera og ég var eitthvað, sorry, I didn't take my medication, eitthvað svona I'm so, eitthvað, því ég var svo út af mig að því að þú veist, ég glimt þá að taka ADHD-lyfin minn og hann var eitthvað, can I ask what medication do you take? Og ég er bara, I take ADHD medications and strong ones og svona, hann var eitthvað, okay eitthvað, so you don't take eitthvað, já, og nei, hann var eitthvað, okay og ég bara, eitthvað svona, hvað, það var eitthvað verra eða hann var eitthvað, I thought you were just going to say like you take anxiety medications og ég er eitthvað, nei I go to therapy for that that's what I do in therapy maður fyrir bara til sálfræðings til að gera það svoleiði, sko en já, það er svona ókosturinn sem ég myndi vilja taka, þetta er bara ruin my life bókstaflega en samt alveg, þú veist svo komst það núna en samt, áður fyrir þá hefði ég getað gert þér miklu meira hlutum þegar ég var yngri ef my anxiety það ekki stoppað mig það er ekki verið að stoppa eins og ég sagði, ef ég var ekki með crippling anxiety þá var ég ennþá söngkona Lord, hvað ég hætti því bara, það var eitthvað svona einn dagur, ég bara kom í söngskólan af því ég áttum alltaf að syngja fyrir framann hópa mér varst það ekkert mál en svo bara eitthvað eitt sumar flipped a switch, ég mætti tilbaka og ég bara gat það ekki mamma nýbúin að borga fyrir námskeiðið og ég var bara með einhver að hætta að ég fekk svo mikið anxiety og ég myndi alltaf bara grænja eftir tíman og eitthvað ég veit ekki hvað gerðist, það bara gerðist eitthvað bam, bara allt í it's henni over já, bara it's over oh my og god crazy, sko ég veit ekki alveg hvað gerðist en já, svo hætti ég líka í dansi og eitthvað þetta stoppar maður svo mikið fucking hefur þið til að sleppa því? Já, hvað myndið þú vilja? Já, þú sagði Já, vera ekki Þú var til að vera meira organized Já, þú veist, ég ætla alltaf að verða organized ég er alltaf að þú veist, gera alla hlutina skilur, ég tek og ég geng frá allir dótunum og setja allt á sinn stað og bý til sinn stað og svo fer ég og ég hérna, ég veit ekki hvað ég er búin að kaupa margar svona dagbækur til að plana og einhver svo leiðis og ég stend ógeðslega vel við það í eina viku og svo bara
out the window þú veist það bara ég væri til í að það væri ekki svona mikið ströggl eitthvað og ég vil koma að síðast það það er með fóbíu tær get ekki eftir ég byrjaði að gera neglur þá er ógeðslega margir sem er eitthvað gerðu pásur líka nei oi get those dogs away from here þetta hljómar eins og hótun fyrir mér hóta því að veifa ég þarf að gera það í snirtifræðinni já, bara ég þarf að gera fótsnirtingar bara enjoy yourself og vaks og eitthvað ok, vaks er miklu skára heldur en tær pjúlluvaks já þá getur þú bara að koma til mér í vaks ég meina að þú ert alveg bara þú veist a body is a body já, ég er alls ekki hérna spjörhrædd en ég er búin að vera á leiðinni í vaks for a while viltu segja nuttsöguna í næsta þetta já af því að Alexandra segir hún sé ekki spjörhrædd þú veist að ég sko ég er ekki spjörhrædd I don't a body is a body sko já, ég er ógeðslega spjörhrædd þess vegna fór ég ekki sundi í 7 ár en to work on my anxiety from a therapist þá þurfti ég að drulla mér í fucking sund ógeðslegt ég bara actually, ég minnast ég bara andan að vera en ég bara gæti ekki anda, þetta ógeð ég er alveg þar ekki dótt því það er bara mér fyrst að já, kannski fer ég það næst þetta en að það og þú ert tvisvar sinnum búin að mæti sund og það kúkur í legin þannig að þú veist af hverju gæti ekki bara verið hákall eða eitthvað án gríns, ég vel hitt líka, maður heldur stundum þegar maður krakki maður held alltaf að það væri hákall í leginni hélst þú það ekki? No, I wasn't a dumbass þegar þú bara, actually bara krakki, bara kid hélst ekki stundum þú fórst í djúplegin að vera bara hákall út í enda Alexandra ég veit ekki hvað, þú veist heldur ég hafi verið einhver stúpid krakki eða? Þetta er eins og þú heldur að það sé bara eitthvað skrimsli undir rúminu, skilurðu? Ég veit hvað er undir rúminu mínu, drasli sem ég faldi það undir þegar mamma sagði mér að taka til. Gerður það? Yeah! Oh my god, við erum svo ólíkar. Oh my god. Var þetta ekki svo trúlega bara, þú veist, paranoid krakki, skilurðu? No. Vá, þetta er beint á TikTok að því að you're so weird. Ég man þú veist þegar ég var krakki og þú veist ég lærði að imaginary friends væri eitthvað thing þú veist að horfa á sjónvarpið eða eitthvað ég eitthvað ok, þú veist á ég að útvega mér einn svoleiðis þú veist ég veit að þetta er ekki til skiluru en like er ég að missa af einhverju að trúa því ekki á ég að láti sig trúi því og það er eitthvað skemmtilegt áttir þú imaginary friend? Nei. Ok en ég held að það var alveg imaginary shark í fucking sundleginni og dans krakki eitthvað ég var alveg paranoid krakki en ég man ekki sem okkur að segja þetta já og hún fór í nudd og þetta var í fyrsta sinn þar sem hún var bara bara þarna að fara fram yfir hérna ákveðin mörk já ég er ekki spjörhrædd en þarna var ég alveg bara já og hefði þetta verið ég hefði snúið punktinum og grátið nei ég hefði bara actually bara left bara crying and throwing up en við skulum fara yfir það í næsta þætti sem fyrir ykkur kemur þetta viku en við erum bara að tala bara right now já við bara þökkum fyrir hlustunina í dag og vona að þið eru wishing me luck on my tónleikar I'm so excited vá hvað ég er spennt, holy shit já, var eitthvað meira sem við vildum fara yfir ég held að við séum bara með að covera það svo eru við með enn meira til að bladra fyrir næsta enn meira til að bladra bara we'll be right back hjá okkur sjá okkur eftir viku í sömu fötunum and mind your business about it